Viktorandleg fræði, 40. kafli, breytt viðhorf og lífsýn. Andleg opnun er umbreytingaferli sem gerist í hægum skrefum og hefur áhrif á líkamlega og andlega hlið mannsins. Eins og áður hefur komið fram þá gerist þetta innra með hverjum og einum og byrjar sem viðhorfsbreyting sem og breytt lífsýn. Allar þar innri breytingar sem eiga sér stað hefur verið lýst hér að framan þar sem eitt leiðir á öðru. Hvers vegna tekur þessi ferill svona langan tíma og reynist mörgum afar erfiður að ganga í gegnum? Allar breytingar skapa innri spennu, hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar. Andleg vakning og opnun er eins og mesta breyting sem nokkur maður gengur í gegnum á öllu sínu sálarferli. Þegar andleg vakning á sér stað breytast öll viðhorf til þess lífs sem viðkomandi hefur lifað fram til þessa. Öll lífsýn, skoðanir og viðhorf breytast hratt og allt þess sem lífið hefur verið byggt á verður að sandi og fjarar smá saman út. Augun opnast fyrir því að þetta líf er aðeins sýndarveruleiki sem er til þess gerður að sálin fá að upplifa hið jarðneska líf. Viðkomandi skynjar smá saman að hann er eilíf sál og lífið sem hann hefur lifað til þessa er í raun tímabundið og hluti af löngu ferli sálarinnar. Eftir því sem opnunin eykst þá mun viðkomandi smá saman kveðja það líf og öll þau lífsgildi sem hann hefur byggt líf sitt á fram til þessa. Þessu getur fylgt mikil sorg og eftirsjá sem mun koma yfir viðkomandi ef mun vara í skamma stund því nú tekur við nýtt líf og nýtt upphaf. Það er ákveðið tímabil sem erfitt getur verið að sleppa, að kveðja það gamla áður en hið nýja tekur við. Þetta tímabil og þær tilfinningar sem koma í kjölfarið, sorg og eftirsjá, eru prófsteinn fyrir hinn andlega opnun og sem hinn vaknaði þarf að yfirstíga. Segja má að þetta sé enn eitt prófið sem þarf að standast svo ferillinn og förin geti haldið áfram. Margir hafa mikla þörf fyrir að gráta án þess þó að vita hvað það er sem verið er að syrgja. Oft á tíðum skilur viðkomandi ekki það sem er að gerast fyrr en síðar þegar ferlinu er lokið. Ef sá sem ekki er andlega vaknaður er spurður hver hann sé, þá er svarið yfirleitt á þá leið að hann kynni sig með nafni, segi frá atvinnu sinni og stöðu í þjóðfélaginu og síðan lýsir hann sínum fjölskyldu högum og jafnvel áhugamálum og endar á því að segja: þetta er ég í hnotskurn. Stolt hvers og eins er oft byggt á veraldlegu stöðu og hlutum og eða eignum. Þegar sálirnar eldast þá veit einstaklingurinn innst inni að það er eitthvað meira við lífið og það er eitthvað sem tekur við eftir dauðan, án þess þó að hugsa mikið meira um það. Flestir eru uppteknir af fjölskyldu sinni, vinnu og heimili og áhugamálum og láta hlutin á lífið ganga upp. Hjá flestum sem ekki hafa öðlast andlega vakningu og opnun er óttinn aldrei langt undan sem og streitan og áhyggjur af ýmsu tagi. Síðan þegar viðkomandi vaknar upp andlega og byrjar að skynja að allt þetta sem hér hefur verið lýst er aðeins tímabundin kafli í langri ferð sálarinnar, þá áttar hann sig á að þið andlegi þroski er hið eina sanna. Að viðkomandi á ekkert hér á jörðinni og allt er fengið að láni tímabundið. Þegar hver og einn skynjar þetta og meðtekur geta komið upp blandaða tilfinningar, blanda af létti, sorg og eftirsjá. Þó svo að andleg opnun hafi átt sér stað, þá mun fjölskyldulífið sem og heimilisreksturinn halda áfram, en áhugamálin sem og lífsýnin og viðhorfin til alls munu breytast til muna. Andleg málefni og ræktun munu taka við því nú hefur viðkomandi skynjað að andlegu þroski og hækkandi meðvitund eru hinn einu sanna velgengni lífsins. Menntun og starf er aðeins tímabundin upplifun fyrir sálina og virkar sem ákveðin grunnur í þessu lífi. Hvert augnablik og hver upplifun eru til þess að öðlast þroska, þó svo að þroskinn sé mishraður
og ekki alltaf hnitmiðaður. Þetta breytist í opnunarferlinu þar sem megin áherslan lífsins er andlegur þroski og öðlast hækkandi meðvitund með meiri kærleika og hamingju í hjarta. Eftir að viðkomandi hefur náð fullri andlegri opnun er líklegt að hann fara að hjálpa öðrum við þeirra opnun og eins og áður hefur komið fram er hægt að gera þetta með ýmsum hætti. Þetta er eitt af því sem kemur inn í líf viðkomandi og var ekki í huga hans fyrir andlega vakningu. Þetta er enn eitt dæmið breytta lífsýn og viðhorf, hvernig stefnan í lífinu breytist eftir andlegri opnun hefur verið náð. Andleg opnun er hækkandi meðvitund viðkomandi og með henni breytist lífsýnin sem og viðhorfin til sjálfsins, annara og til lífsins og tilverunar. Sá sem hefur lægri meðvitund en hinn opnaði skilur ekki né skynjar það sem hinn opnaði er að tala því það er honum hulið og óskiljanlegt. Því hefur meðvitundastigið mikil áhrif á líf fólks og tilveruna. Sá sem hefur náð hærri meðvitund með opnun sinni skilur þá sem á eftir koma og skilur og skynjar raunir fólks og hvar hver og einn er staddur í ferlinu. Þannig öðlast viðkomandi dýpri skilning á fólki og lífinu sjálfu sem á för sálnanna hér á jörðinni og þroskaferli þeirra. Þannig veit hinn opnaði að kærleikurinn er öllu æðri og óttinn leiðir aðeins til þjáninga og vanlíðanar.